Ævar, landslið heldur á stað aftur. Hvernig líst þér á þennan hóp sem komið saman? Mjög vel á hópinn og við erum að gera breytingar og við erum að fá ungar stelpur inn sem hafa verið að standa sig vel í deildinni og svona bland við reynslu meiri stelpur. Þannig að við erum svona að horfa til næstu ára og erum með áætlun að byggja þetta lið upp og með eldri og reyndari mönnum. Og hérna, eins og segir að fá nýjar stelpur inn, er ekkert erfitt að missa þessu á Helenu og Kara og Bryndís nýbyrjuð aftur eiginlega og hérna? Jú, við vissum það allan tíman að þetta yrði mjög erfitt án þessara lykimanna og Helen búin að vera svona ber upp í sóknarleik landsliðsins síðustu ár og við vitum það að þetta verður gríðarlega erfitt, sérstaklega út í Slóvakíu og þá er þetta eftir að vera mjög erfitt og hérna en þar sem við vorum að missa þessar mikilvægu leikmenn sem eru dett út núna að þá ákváðum við að stíga skrefið núna strax og byrja að byggja upp að því að svo gerum við okkur náttúrulega vonir það að þær komið tilbaka og allavega einhverjar af þeim og þá komið þær inn í hóp þar sem við erum búin að koma ungu stelpum inn og erum meira tilbúinir í næstu verkefni. Svona kannski ákveðin eldskýrt fyrir sumar? Já, það alveg ljóst að þetta eftir að verða mikil eldskýrt fyrir þessar stelpur og líka þessar stelpur sem eru reynslumeiri hjá okkur, þær þurfa að fara að axla meiri ábyrgð og þær þurfa að fara að gera eitthvað sóknarlega fyrir okkur og því að Helen eins og hefur ákomið fram að hefur borið þetta aldrei mikið uppi og núna bara komið að öðrum stelpum að fara að sýna hvað þið geta og þær þurfa að fara að bera upp í okkar sóknarleika þess. Kannski aðeins að tveimur leikmönnum sem hafa verið hjá þér áður, Hallveig og Gunnhildur, eru þær í standi? Eitthvað verið laskaðar? Já, þær eru búin að vera aðeins, Hallveig er nú í lagi og hún er í 12 liði núna, hún er góð þriggjastigaskipti og okkur vantar það inn í liðið, vantar svona skotu utan og við erum að vonast til að hún geti nýst okkur þar í því. Nú Gunnhildur er búin að vera lykilmanneskja í liðinu síðustu ár en hún þarf að taka ennþá stærra skref núna og hún þarf að vera leiðtogi sem hún er búin að sýna að hún er og hérna hún þarf að svona dálítið að taka skarið sóknarlega fyrir okkur. Kannski aðeins að leikjunum, hvernig meturðu möguleika liðsins í þessum tveimur leikjum? Það verður gríðarlega erfitt út í Slóvakíu og við vitum alltaf ekki hvort að þær verða með þennan bandaríska leikmann sem er með ríkisborgararétt en ef hún er með þá er þetta ekki mikil möguleika fyrir okkur þar en svona við munum nota þann leik meira til þess að svona byggja okkur upp fyrir heimaleikinn á móti Portúgal og ég tel alveg að við eigum möguleika að vinna þann leik og þannig að við munum reyna ýmsa hluti en við munum samt ekki sýna allt í slóvaska leiknum, við ætlum að reyna að eiga dálítið inni á móti Portúgal sem við ætlum að koma á óvart og hérna þannig að sá leikur verður svona að við verðum að spila góða vörn, megum ekki gera mikið af mistökum og verðum með agar, reyna að halda stiguskorunni dálítið niðri, við getum ekki farið í einhvern 80 stiga leik þá eigum við ekki séns, þannig að við þurfum að reyna að halda þetta í kringum 60-65 stig. Og kannski aðeins á lokum, nú er hópurinn klár fyrir allavega fyrir leikinn, má búast við því að þú breytir eitthvað fyrir heimaleikinn? Já, það er alveg á hreinu að við munum gera einhverja breytingar. Portúgalinn eru stærri, svona meiri inn í teig, þannig ég reikna með að taka allavega eina stóra inn í liðið og hérna, svo skoðum við aðra breytingar. Það gæti vel verið, það verður allavega ein breyting, jafnvel tvær. Takk fyrir.